Komiði sæl og verið hjartanlega velkomin í Búasíld eða heldur annál búa þar sem við rifjum upp það sem gerðist á skólaönninni sem liðin Af baki eru ansi viðburðaríkir tímar og í tilefni jólafrísins lítum við búi yfir öxl og jú, líka smá til framtíðar. En hér allt eins og að vera. Hátíðleg upprifjun, myndalegt fólk, góðir gestir og enn og aftur stór myndalegt fólk. En við háaborðið situr ráð ársins og árana sem eigi eftir að koma. Myndbandabúi. Já, komið sæl og verið velkomin í þessa veislu. Ég heiti Hilmir og stoltur oddviti myndbandabúa. Mér langaði að hafa ávarp en því miður gafst enginn tími til. En það var einn maður búinn að undirbúa ávarp og loksins fær hann það. Hér Bjarki Ingason. Kæru samnemendur og systkini, takk fyrir frábæra önn. Og það ekki busar að vera búin með eitthvað fyrstu önn í næstbestu skólanum á landinu. Stemmingin var svo sannarlega há í haust en líka ísköld og skíterfið sem að fekk mig til þess að segja já við allt of mörgum drykkjum. Busar tóku upp myndavél og tóku mynd með mér, Tomma og herra Íkja. Fekk reyndar ekki koss á kinn og guð sé lof fyrir það. En busarnir voru spenntir, en ekki fyrir mér, heldur Danusi. Stóra spurningin hver vill dansa við Bjarka Ingason? Guð brenni MH og Guð blessi Kvennó. Þetta var rosalega. Og ég getur zoomað um mig að ég náðu ekki að segja takk fyrir mig á hann. Takk, já, you're rolling. Takk fyrir mig. Já. Jú, við erum að fara að tala alls konar skemmtilegt hérna. Það náttúrulega mikið búið að gerast á þessu ári eins og Ragga sagði áðan og við erum mjög spennt að segja ykkur frá því og gefa ykkur bara svona smá rewind á árinu. Við erum bara með pakkað stúdíu af þetta skemmtilegu fólki. Við erum með Hilmi, Illa, Láru, Önnu, Röggu og mig. Dag Ingason. Hverju eigum við að byrja á? Þetta ár var svo ógeðslega, þessi önn var alveg superstór. Nú byrjum við niðri stjórn, þar sem Daniel Þröstur var kórinn uppi MFMH. Því varaforseta var það hann Atli Sásson sem meðlimur búa, stoltur. Ekki hér í dag því miður. Nei. Og það fengst smá slys með hnetusmjör. Og síðan gjaldkerinn, Mosi Kristjáns og markastjóri. Skólastjórnarfulltrúi, Guðrún Lilja, markastjóri, Ástundur. Guðrún Lilja þetta ekki lengur. Skólastjórnarfulltrúi. Það er okkar allra besti Dagur Ingason. Til hamingju. Margt hefur gerst skemmtilegt og við erum náttúrulega með fullt af nýliðum í tónlist og sem eiga uppröðuna sinn úr MH. Lára sem aðalprodúser myndbandabúa hefur verið að undirbúa smá svona tóngull annarinnar. Já, takk fyrir Ragga. Það koma flestir úr MH sem snillingar. Eru þið sammála? Hei! Já, sammála. Eins og Dóri Díana, Bergur Ebbi, Björk, Palli. Já. Joey Christ, Atlas, Logi Petró, Unnsteinn. En stór hluti íslenska tónlistar má rekja rætur sínar til Menntaskólans við Hamrahlíð. Mæntanlega. Já, og hljómsveitir eins og Múm og Hjartalín urðu til í MH. En svo voru líka tónlistarmenn sem hófu feril sín eftir MH og nefna má dæmi eins og Stuðmenn og Tatjunu og Rettur Steffsson, Pál Óskar, Víking Heiðar. Ég afgreiddi Víking Heiðar í gær. Já, Já, það var gaman.
En nýjasta sem við þekkjum er örugglega Inspector Spacetime og Gróa og Amor Vincent Omnia. Saneheads, Amor Vincent Omnia, Inspector Spacetime líka. Það finnst gott til að svona inn á það. Þau komið alltaf bara úr búa. Já. Róshildur, Lúpína og Smjörfi. Light fun. Nei, þið eru að stemma! Ég ætla að koma afsakið. Afsakið þetta. Nú ætla ég að segja það sem kom nýtt á þessari önn var Light Fun. Hljómsveit stofnuð af nemendum MH. Fyrirverandi oddvita búa. Já. Og meðlums. Já. Og Emmerings. Já. Já. Þau spiluðu á nokkrum viðburðum á önninni og svo... Fljótt á risi. Já. Og það var líka... Fá poprocks í sköpin mín. En... Já. Og hvernig svarar þessu? Og Cyber. Já. Galdur. Og Atla Sávarsson sem kemur með lag í næstu viku sem heitir Hnetusmjöl og Tipp. Og svo mig. Lára. Hún var reyndar að fá rosalega skemmtileg verðlaun. Eða þú veist svona tilnefn Nei, jú. titil. Ég var að fá titil. Já, titilin sem hávaxnasti lögdælingurinn. Til hamingju með það. Já. Heyrðu, ég er að spáði hvort þetta myndi bara vind og grípur svona Casio-mólu. En þið sjá að Lára sem var súr og hún sem sagt lagið hennar var valið besta lag ársins, besta íslenska lag ársins. Við erum mjög stolt af henni. Já. Hlustið á Viltu dansa við mig? Nei, það veit ekki. Heyrðu. Já, við erum spennt eftir því. Við erum líka með DJ-a eins og DJ Kols sem spilar á mörgum böllum í skólanum og svo má nefna Verdis. Vindum okkur í málinn. Þeir eru öll saman talað um, þeir þekki ekki leiðistráfuna. Nei, Heyrðu, öll til að þekkja á. Ég var til að þekka ekki. Ríkus. hvað fannst ykkur þegar einn ákveðin maður komur silfurtennur í Það er ekki neitt ákveðin maður, það er Þorgeir H. Dungal. Og vitið þið eitt, ég er skemmtilega sögur af þessu. Hann fekk sér sem pokan sem að Birnir átti að fá. Ég heyrði líka frá því. Já, bókin utan grills. og líka bara svona það sem hann á að þrífa og svona. Þannig var Birnir búinn að þrífa sín grills. Nei, alls ekki. Hann átti að fá það. En þú veist, hvað er þá... Býtu það að hann átti þau ekki en Hann átti að eiga. að fá þau. En þú veist, hvað er þá the point að fá eitthvað frá Birni ef hann hefur aldrei sett það upp í sig? Nei, hann átti að fá það. Hann átti En það átti að vera fyrir Birni, en Totti fekk það í staðinn. Totti Dungar fekk grills. Þau kostuðu 70.000. Það er jafn mikið á iPhone SE kostaði. Já. Áður. Það er jafn mikið og... svona... Toyota Corolla. 92. Það er alltaf 70.000 krónur meira en krónuna sem ég hef á nafninu mínu akkurat núna. Haha, knús í jólagjöf. Bergureppi. Bergureppi er náttúrulega... Sexy maður. Já, mér finnst hann langflottastu snúðaður aflitaður, ég veit ekki með ykkur. Fólki finnst það lítið... Sko, hann var sko... underrated, þegar hann var með skálaklíkuna sem fór svona aðeins inn á... Nei, þetta er rétt. Já. Það var Bergureppi er alveg stórmyndalegur maður og kemur svo sem okkur finnst svolítið fyndið af því að ég og Ítið tókum í hendina Á honum? Já, og ég var með þetta kæfi á höndunum, ég tók í höndina á honum og síðan postaði hann nokkur 100 orða pistil eða bara þakkar beiðni til okkar Rökku. Já. Einn á Facebook. Og það var bara því við hittum hann í Kringlunni og hann tók í hendina á okkur. Já. Það var fallega karlmenn, Magnús Jóhann. Hvað gerðist hjá busunum? Hvað var svona eftirminnilegt? Við vorum í partí alltaf. Já. Fyrsta partíið. Já. Sem Sigrún. Já, ég sko mætti ekki þá. En ég mætti... Well, Anna, Við höfum séð á höldum kannski bara áfram með þig. Nei, það var Hrekkjavöku. Já. Hrekkjavöku Já. hjá En ég var satt eftir Já, það var busapartí. Busapartí, fyrsta
jólapartíð hjá henni sínum, það gleypti Að fíkninni. vissu, Það fór ekki með til mála þetta Já. partí aðeins staði. Já. Sko, ef þrír veit að þjóð veit Já. Þetta er rétt. og þjóð vissi þann dag Síðan hef ég var reyndar að tala um nokkur busa og það eru fullt af pörum. Eru fólk verið að para sig saman núna? Já. Svona mating time. Nei, sorry, meeting time. Meeting time. Hittast. Já. Poprox og eitthvað Helga Yellowface kráka. Það er Það sló í gegn. Og hérna kemur mynd. Vó, ég var búinn að glemma þessum Já. Þetta var vel og viss Við sjáum þetta aftur. Oh my god. Hálmótt. Þú var ekki búinn að skrifa afsökunarbeiðni, hann? Nei. Bjallan var það nýliði ársins. Já, er það ekki? Ég er sammála. Sko, náttúrulega, bara Brunabjallan er búinn að vera mentioned af Kalla Húsverði allt og oft í ár. En það góðri ástæð. Við höfum alveg fundið nokkuð en seinast Þetta var Gugga. Það var ekki. Þú ræðist svona á hana frá því Já, ég trúi þess ekki. Vil ég lesa eitthvað upp? Danusblæti. Já, Danusblæti? Já, við erum alltaf flesti busandi voru alltaf bara Alveg að missa sig. að missa sig við dansi nú. Kannski með buss. getum við nota orðið flestir? Það voru allir. Það voru allar. En ég var ráð myndi að segja. Já. Ef þú verður bussi, hefðir þú sendt skilaboð á Danus? Danus ég nefnilega heldur fengið alveg slatta skilabóðum frá bussum. Ég vil meina að hann fekk 208 candy canes í ár. Já. Anna, segðu mér, yes or no, voru margar píur og David Danus? Ekki sem ég veit, sko. Og ég segjum þetta aftur. Anna, voru margir bussar að degi við Danusi? Já. Já. Ég veit það. Pávin. Og nú er mynd af Danusi sem páfa. Þetta er næst. Heyrðu, gaman að segja frá skýrgrímunni. Yeah. Fáum klipp af því. Það var gaman. Þetta var einn af tveimur viðburðum sem að MH vann. Já. MH Fennavíkunni. Já. Stolt af því. Gaman frestur. Já, Þeir eru að rústa. Mér fannst þessi leikur vera mjög áhrifaríkur og mér fannst vera smá pirringur kvennaskóla megin. Já, það var alltaf hvers á mig. Það var hvers á Röggu. Já. Rögga, talaðu við okkur hvernig það var. Já, það var röff að fá frá forseta. Það, veistu það? Hún svoleiðis skellti á Röggu. Svoleiðis? Kvennskælingar náttúrulega sögðu að það var blóð á höndum mínum á degjandi börnum. Já, fyrir utan það hafa náttúrulega riggt as fucking morfískeppni. Það er líka riggt. Nei, ég má segja þetta. Erum við? Hætti að tala. Þetta má. Allavega. Viltu dansa við mig? 8.000 streams. Já. Það eru jafn margir og íbúa Vestmanna eða sinni 2. Þetta er staðið. Dansa við mig. Hvers konar dans? Salsaballið. Salsaball FG! Danus, viltu koma með Salsaball FG? Danus, já! Og veistu hvað, það eru margir busar sem að byrja Heiðari á Salsaball FG líka. Það gerðist. Er hann ekki festi? Pési dáinn. Pési dáinn. Loka orð, studdskóðsbíft, Pési dauður, Viva la Revolution, til hamingju MH, Fokk Fennó, viltu dansa við mig, kisstu mig á kinn, út með myndavél, seint, já fyrirgeðu mig lélega íslensku, viltu dansa við mig versus hans Hilmis, en það er komið, takk fyrir mig, bangara búm.
Lögreglan þurfti að blanda sér í skólaferð Menntaskólans við Hamrahlíð eftir að nokkrir nemendur komust í kynni við áfengi aðeins fyrr en áætlað var. Áfengið var sent í söluskála á Hvolsvelli þar sem skilríkin fengu greinilega frídag. Framkvæmdastjóri N1 segist sjá eftir málinu og kennir fljótfærni starfsmanna Rektor MH ekki jafn afslöppuð og lítur málinu mjög alvarlegum augum, enda á skólaferð að vera fræðandi, ekki freyðandi. Við náðum sambandi við manneskju sem var vitni af þessum verkum nemanda. Rödd og andlit verður falið vegna persónuverndarmála. Frábært, segðu okkur frá deginum sem þetta atvik gerðist. Já, þetta var miðvikudagur 24. Afsakið, Sara, takk. Já, það var miðvikudagur 24. september þar sem ég settist inn í rútu og var að fara í njáluferð með íslensku CC. Við stoppuðum á N1 og ég fekk mér pullu í morgunsárið. Ég fæ mér með öllu nema hráum. Já, og ég kom þar auga á nokkra nemendur vera að eitthvað gullætast. Með gullæti þá? Já, þannig að það er svona bjór sem heitir gullæt. Þau voru með hann. En já, við fórum svo á staðinn sem Gunnar átti heima. Hlíðarenda? Já, og hlíðin var svo sannarlega fögur þegar unglingarnir rúlluðu niður brekkuna. Rúlluðu það vegna þess að ég voru drukkin? Já. Við skiljum þetta. Og stemningin var líka mjög há þegar ég sá að allar rúturnar voru farnar nema mínar og þá fór svona kvíðinn í gang. Sérstaklega þegar ég sá svona rauð og blá ljós koma í áttina á okkur og það voru koppsararnir að mæta. Þau komu inn í rútuna og svona kölluðu á okkur að þau þurftu að láta okkur öll blása út af því að það höfðu einhverju verið að drekka sem voru í rútunni. Þetta var svona mjög erfitt fyrir mig svona að heyra þetta og svona mér fannst þetta mjög svona óþægilegt. Hvernig upplifir þú óþægindi? Ég byrjaði svona að naga neglurnar og nudda saman stóri tá. Já. Og segðu mér, þú veist, síðan var látið ykkur blása? Já. Í áfengismæli þá? Já. Ég hafði fengið mér kók og mjólk á Hlíðarenda með pulsunni. Og ég var svo hrædd að það myndi sjást í mælunum. Að mér fannst það gera mig mjög kvíðina og það byrjaði litla táin að nuddast saman. Ég aldrei upplifa það áður. Það var alltaf bara stóra táin sem nuddast saman og svo núna var þetta það miklu stressi að ég þurfti líka verið að bara ekki vanur þessu. Magga, ég held að þetta sé komið nóg. Ekki meira. Já, við getum ekki. Ég er alveg góð, mér langar að gera þetta. Ég verð að koma sér út. Hún, já. Bubbi, næ, tissue!
Gleðileg jól.